það vekur athygli með ösku finnst mér þetta að það skulle vera erlent fyrirtæki, skráð fyrirtæki erlendir sem að kaupa hér í ösku hér heima og bíla fyrirtækið ösku sem meðal annars með Benz og Hefur heyrt eitthvað verð á þessu? Já, nei. Það var nú spennandi að fá fréttur af því. Já, ég trúi því að ekki svona sjopp að fara á ef ekki bara segja 25 miljardar Já, ég get ekki, ég verð að hafa hugsað það dæmi áður. Nú tók allt í alvörulaust tal yfir hérna. Það var nú tap á fyrirtækjunu síðast ári. Já. Ég minni á það. Já, þetta mikið félag. Þetta mikið félag með mjög sterk umboð. Þetta vekur athygli. Nei, sko bara ég bara spyr mig, býtu, hvað erlent félag allt í að fara inn í íslenska bílamarkan? Vegna þess að við sem hluthafar höfum stundum spurt okkur af því hvað ef þú fjárfestir í einhverju fyrirtæki sem hefur umboð fyrir einhverju vegna þess að í því felst áhætta hvað ef að Askja missir nú bensumboði bara einhver hluta vegna áður fyrir voru þetta sameiningar erlendis það var ekki meiri áfall að missa Kia umboði Benz Kia hafa verið að bæta við sig tóku Honda umboði þeir eru með Honda umboði og ég held að sömu eigendur komin á Teslunni líka, er það ekki? Nei, Tesla alltaf í eigu bara Tesla það er ekki Musk með alla þræði Já, hann með alla þræði hann sleppir ekki tækinu það er engin sem díla fyrir hann bara með þetta hann sleppir ekki tækinu og svo þarf ekki auglýsir hann ekki og svo þarf ekki auglýsir hann ekki Já, en ég bara spyr, hvað erlent fyrirtæki að vilja upp á dekk allt í á Íslandi og fara að kaupa hér og fjárfest í íslenska bílageiranum Það að því að íslenska efnahagsvæðið er svo traust. Þeir eru að koma frá Evrópusambandinu og vilja fjárfesta á Íslandi. Og það þarf ekki að gangi í Evrópusambandi til þess. Nei. Jó, og fyrir þetta kemur þetta með, ég sagði þess að 25 miljardar tölu í algjöru bríari. Já, þú hendir nú út í lofti. Já, ég var ekki búin að segja hann aftur, þá myndi ég draga hann tilbaka. En ég ætlaði bara að segja, sko, þetta er þetta gjaldeyrir inn í landið. Já, nei, það er ekki nokkur spurning um það. Þetta er auðvitað gjaldeyrir í landið. Ég segi sko... Nú eru Frosti og félagar, ég veit ekki hvort að Frosti er hættur og Hjörleifur er ungur maður og... Nei, hann er nú að verða, Hjörleifur er líklegast að verða 70 og Frosti er fættur... Þetta er allt ungi menn. Ég held að Frosti sé fættur í kringum 1950, hann er orðin 75-6 ára. Kraftur í þessum mönnum. Þetta hafa verið mjög kraftmiklir menn og hérna bara gaman að því hvernig þeir hafa staðið sig. Þetta bara vekur athygli, allt í að erlendur hluthafar. Ég veit ekki til þess að þetta félag, þetta er skráðfélag, það hefur negin íslensk tengsl, hann er lagað. Skilur að það sé ykkur íslendingar sem eigi þessu félagi þarna úti, það er hægt að velta því fyrir sér, en að í það minnsta hafa þeir náð að selja fyrirtækið og losa þannig einhverja peninga. Þeir hafa náttúrulega byggt upp þetta fyrirtæki, þetta er 20 ára gamalt fyrirtæki sem þeir hafa byggt upp og þeir hafa gert það mjög vel og nú er árangur erfiðisins að skila sér, þeir eru að umbreyta, það er oft talað þannig að þau ert orðin hvernig portfólíóðu þetta á að vera þú selur þegar þú ert 75 ára þá fer það að losa þig, margir fara þá að losa sig við sumarbústaðinn, margir fara að skipta niður í minni eignir margir losa sig þá við Þetta orðið fjármálaráðgjöf hérna margir losa sig þá við hlutabréf og fara með þau inn í banka og þess áttar þannig að menn eru að svona minnka áhættuna þetta er fjármálaráðgjöf, þetta er fjármálaráðgjöf á hotni hérna hjá